Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Þær eru komnar til mín, mæðgurnar frá Fagrabæ, Halla Sif og Margrét, velkomnar. Takk. Takk. Þið eru með ótrúlega spennandi verkefni í gangi, milli fjöru og fjalla, og þetta hefur með lambakjöt að gera. Viljið þið segja mér aðeins hvað er í gangi og hvernig kviknaði þessi hugmynd? Sko, hún kviknaði náttúrulega bara í eldhúsinu í Fagrabæ, það kviknaði mjög margar hugmyndir þar. Jú. Og við vorum að, foreldrar mínir keyptu Fagrabæ 2011, eða ekki? Já. Við vorum búin að vera að vinna með afurðina. Já. Svo verður, síðan bara verður þessi verðhrun í sauðfjárrækt og svona og þá hugsa maður bara, þá verður við að prófa eitthvað nýtt. Já. Ykkur átti ekki í huga að hætta bara að bregða bú og fara að gera eitthvað annað? Nei. Maður er náttúrulega að reyna eitthvað áður maður gerir það, sko. Já. Og við höfum áhuga á þessu og gátum virka börnin með. Og hugmyndin var sem sagt að gera kjötið bara girnilegra, eftirsóknarverðara og kannski, handhægara. Já, það var nú kannski ekki flókið því að það var ekkert svo rosalega eftirsóknarvert ef þú fórst í búðina og varst að reyna að leita lambakjöti. Það var ekkert efst í hillunni. Það hrópaði ekkert hæ, taktu mig. Það hefur aðeins gleymst. Það er aðeins að byrja núna að alls konar öðruvísi markaðssetning og meiri girnilegri markaðssetning á afurðinni. En það sem að hvatti okkur líka áfram er að mamma er búin að vera með okkur í eldhúsinu bara síðan við vorum lítil börn og við bara, pabbi hefur alltaf sagt við okkur, það fer enginn að borða lambakjöt nema þið bara eldið á honum þegar ég fæ hvergi jafn gott lambakjöt. Þannig að hvernig getum við þá gert þetta eiginlega bara næst, við erum eiginlega búin að gera allt fyrir því nema við setjum þetta ekki í ofninn. Þannig að það er svona komið á það stig, fyrst heldum við myndum bara selja þetta svona aðeins flottar en okkur fannst í búðinni, en svo bara er það þannig að fólk vill fá þetta tilbúið og bara þjóðfélagi er þannig í dag að við ætlum ekki að vera að eyða miklum tíma í að undirbúa. Nei, eins og þú nefndir áðan, 10 dögum fyrir áður en ég ætla að fara að elda, ætla ég að taka það út og láta það meirna, taka það úr frysti, það er ekki alveg að fara að gerast. Nei, það bara verður það aldrei elda, Þarna ætla þið að bara koma til móts við. Já, það er svona eiginlega bara búin að vera þróun á þessu 1,5 ári hjá okkur að við höfum komið meira í það. Og það er bara mjög gaman. Og þið eru komin í kjötvinnslu þarna á Fagrabæ og þið systkinin, þú og bróðin eru komin að kafa í þetta með þig. Já, og kærasti minn. Og kærasti. Og þið eru svolítið svona að leggja, þið eru svona fyrir að vanda ykkur, sýndu okkur hérna pókann sem þú ert með. Já. Þarna ertu með fallegt logo. Já, við erum svona svolítið að kannski eftir að lyfta honum svona upp þegar við myndavélarnar að sjá þetta, þú heldur þessu fyrir framæg. Já, þetta er logoið okkar, milli fjöru og fjalla. Og það var svona mjög mikilvægt fyrir okkur í þessari vegferð að vera með alla umgjör alveg tipp-topp og fallega og út af því að okkur fannst líka vanta í þjóðfélaginu að þessari vöru sem er svona hrein og flott og bara úrvalsvara væri svolítið lyft upp á stall bara svona að þetta sé eitthvað flott. Já, og umbúðina væri þá í stíl við kannski gæði kjötsins. Já, og bara svona að þetta sé bara lúxusvara. Og þið fenguð Finn Dúa grafískan hönnu til þess við ykkur. Já. Og þvílíkt heppnar. Hann er algjör snillingur. Hann sér bara alla okkar grafísku lausn og umbúðirnar þá líka utan kjötið væntanlega, eða hvað? Já. Alla miða, allar auglýsingar og allt svona. Ef við þurfum að gera eitthvað þá leitum við til hans. Já. Og þið eru með núna á morgun, laugardag, bændur bjóða heim. Þið eru að bjóða fólki að koma og kíkja til ykkar og selja þeim þá þessa dýrindisafurð. Já. Ef einhver á eftir að kaupa páskasteikina og segluðu, þá er það klárt hjá okkur. Og hér er svona listi, grafið ærfíle, fylltir hryggir, kryddaðar lærissteikur, skankar, mýrarröbb og lambaskífur. Og þetta er eitthvað sem þið eru búin að þá að vera þróa og undirbúa og nutta, þú ert sjúkraþjálfari, þú nuttar vöðvana svona og þetta er allt svona unnið af alúð. Já, algjör, það er rosalega mikið svona tilfinning í þessu og svo náttúrulega erum við að bjóða bara fólki á rúndinni, ég meina það er náttúrulega dýrlegt að koma hana í sveitina. Og það var gott að þið hafið svona smá leiðbeiningar með hérna á auglýsingunni, Akureyri merkt inn og svo fer maður yfir brýrnar og framhjá Víkurskarðinu. Já, ekki fara gegnum göngin. Ekki göngin.
Og ekki Víkurskarðið, heldur áfram í 8 Greinivík. Já. En svo kemur hérna Gil, Fagrabæjargil og þar eru þið. Já. Hvað er þið með margt sauðfé? Við vorum með 440 ær á húsum í vetur. Og þetta sem sagt, eru þið með blandaðan búskap eða eingöngu sauðfé? Við erum eiginlega eingöngu með sauðfé og við náttúrulega erum ekki að vinna allt okkar kjöt, sko, við leggjum náttúrulega eitthvað inn. Eitthvað fyrir sláturhúsi? Já. En hvað takið þið mikið heim? En ekki á næsta ári, sko. Nei, á næsta ári, þá er svo mikil eftirspurn og þeir að taka allt heim. Þannig að, eins og erum við með hérna Þetta gerist svona hægt og rólega hjá okkur. Já. Eitt skref í einu. Eitt skref í einu. Við erum með hesta og hænur og þetta svona hefðbundna líka, en búið er sauðfjárbú. Já. Og svo er það með alveg svona framtíðardrauma. Má kannski alveg segja frá því að ykkur langar að geta tekið á móti fólki, kannski vera með veitingastað, ekki satt? Já. Boðið upp á eitthvað. Lítilsveita veitingastað. Bjóð upp á einhver svona meira heildarupplifun. Já, akkurat. Og hérna, hvað það verður, hvort það verður kannski bara wellness center hana líka fyrst ég er sjúkraþjálfari. Ég meina, hvað veit maður? Hvað getur manni dottið í hug? Mjólkurböð, hafa þau hugsað á Kaffi Kú. Já. Er eitthvað ullar slökun? Já. Við getum haft bara, við erum alveg niður sjó, sko, við getum líka virkja sjóinn. Já. Það er alltaf að láta sig dreyma. Spennandi. Já. Og eitthvað voru að tala flatar pakningar líka. Já. Er það ekki svolítið nýnæmi? Jú, við erum náttúrulega ekki með nein íblöndunarefni í okkar vöru. Það var það sem við ætlum líka að tala um. Já. Því að ég var svolítið sjokkari þegar þú sagðir að maður fengi eiginlega ekki hakk út í búð nema að sé búið að blanda alls konar rótvarnarefnum og eitthvað í það. Já, þannig að það er allavega búið sér eitthvað í það. Já. Og út af því að hakk geymist í rauninni bara 3 daga eftir að það er hakkað. Þannig að það passar allavega ekki geymsluþolið í búðinni við það, sko. Að það sé hreint. Nei. En ef þú frystir það, þá getur þú svo geymt það? Bara eitthvað 1 ár eða 2 ár eða eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað er nákvæmlega. Það er alltaf búið löngu fyrr, sko. Já. Seljið þið bæði fryst og ófryst, eða hvernig er það? Nei, við seljum meira og minna frystar vörur, nema þá eins og núna þegar við erum svona að bjóða heim? Já. Tökum svona tarnir og græjum fyrir. En til dæmis eins og með þessa þunnu umbúðir, þá er það líka í svona stíl við það eins og Halla var að segja að reyna að koma meiri að hennar kynslóð. Já. Og þá er þetta svona fljótlegt og þú þarft ekki að muna þetta endilega morgun, þú bara græjar þetta og kemur heim. Já, af því það er bara hálftíma að þiðna í svona flötum umbúðum. Já. Og við enn og aftur þurfum við að hugsa meira um það í hvernig þjóðfélagi við erum núna og þetta þarf að passa inn í. Já. Og þetta þarf að fara í svona hversdagsmatinn hjá fólki sem er hvað 25 til 45 eða eitthvað svona, eða 40. Sem að þú segir að þín kýrslu sé eiginlega hægt að kaupa, eða kaupa ekki mikið lambakjöt, sé bara kjúklingur mest og... Já, og svo er, þú veist, fiskur þá úr fiskbúðinni, þú veist, eða einhver svoleiðis, eitthvað tilbúinn fiskur. Já. Kannski eitthvað grísakjöt, aðeins naut til þess að gera vel við sig. En lambið verður út undan? Já. Það var lambið solti í grillinu á sumrin, sko? Já, kótilettunar á sumrin. Já, en fólki í kringum mig, það er alveg bara svona, já, nei, ég kem með kjúkling, þú fariði bara þitt lamb. Þetta er magna, þetta er alveg frábært, ég er svo spennt. En ef fólk er að spá í eins og lamba páskasteikina, kemur á morgun til ykkar, þá er bara vika, eða eru það er vika í páska, og það má alveg geyma það bara í skæli. Já. Og svo erum við náttúrulega líka á skírdag og laugardaginn þar á eftir. Þannig að þú veist, þú náttúrulega bara... Er þá líka opið hjá okkur? Já. Þið bjóðið heim þá líka? Já, þannig að þetta er 3 dagar. Heyrðu, bara frábært að heyra frá þessu. Ég hlakka til að fylgjast með hvernig framvindur og takk fyrir að koma í þáttinn. Já, takk hérlega fyrir.